Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58-12345. Dominos. Góðan daginn kæru áhorfendur og velkomin með okkur hérna á IA-TV í Akraneshöllina. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í þessari lýsingu frá leik Kára og Leiknisfagskúlsfirði í annarri deild karla er Björn Þór Björnsson. Velkomin Björn. Sællblessaður. Þetta er svona mismikilvæg leikur fyrir þessi tvö lið. Kára menn búin að vera á ágætis ég meina þeir eru nánast búin að bjarga sig frá falli. Það er bara einhver svona langsótt stærðfræði sem að getur komið í veg fyrir það. Já, það þarf eiginlega að fara svo að Kári hérna tapi bara öllum leikjunum sínum töluvert, eða bara mjög stórt og bara KFG klári sína leiki á móti nokkuð stórt og það er markatalan og það endaði jafn á stigum og þá skiptir markatalan máli, þannig að ef að til dæmis KFG tapir í dag þá er þetta búið hjá KFG. Akkurat, þeir eru útileik gegn Vestra, það er heil umferð í annarri deildinni í dag og kannski byrjum bara á að skoða hvernig stendur í annarri deildinni. Búið að vera gríðarleg spenna að magnast á toppi deildarinnar. Já, og bara eins og önnur deildin hefur verið undanfarin ár, þetta er eiginlega bara svo deild sem er alltaf mest að spenna, en það er bara spenna fram á síðustu mínútum vanalega í þessari deild, þannig að og sérstaklega í toppbaráttunni, þetta eru vanalega svona 3 lið sem eru hérna bara að berjast eftir 2 sætin. Akkurat, og við sjáum að Vestramenn sitja á toppnum. Þeir eru búin að vera svona að fikra sig upp töfluna. Þeir voru lengst af svona í kringum 3. og 4. sæti. Þeir eru búin að vera að fikra sig upp undanfarnar vikur og eru komnir hérna upp fyrir Leikni þegar 3 umferðir eftir með 39 stig. Þeir eiga heimaleik í dag gegn KFG. Fyrirfram bara skildur sigur. Já, þetta er bara eins og sjálfvirt. Já, þetta á bara að vera það. Þetta á bara að vera eins og leikur Íslands og Moldóvu í gær, sko. Það er bara Vestri á heimavelli á móti KFG og hvernig KFG við spila undanfari og hvernig Vestri við spila undanfari, þá held ég stuðlinn sé ekki hára KFG vinni. Nei, en það er kannski það væri hægt að græða mikinn pening á því samt, en Leiknir situr sem sagt í öðru sætinu og þarna sjáum við í rauninni mikilvægi þessa leiks er miklu meira fyrir Leikni heldur en Kára þannig séð. Eins og staðan er. Leiknir er þarna 2 stigum á eftir Vestra, en Selfoss sem á reyndar útileik við Þróttvogum í dag kemur þar 2 stigum á eftir, þannig að Leiknir má ekki við því að mistiga sig. Nei, og Leiknir á Vestra í næsta leik, þannig að það verður blóðug barátta líka og það er svona verið smá kannski högt í Leikni Fáskrúðsfirði að undanförnum. Sérstaklega á útivelli. Já, það stemdi bara allt í það að þeir færu bara örugglega upp á tímabili, en það er svona aðeins högt í það og ef að Káramenn vinna hér í dag og með að við að Kári er náttúrulega bara heitastæli í deildarinnar þessa dagana, þá ef að Kári vinnur í dag þá er Leiknir komið, þá er þetta bara orðið ansi erfitt síðustu 2 leikirnir fyrir Leikni ef að það er að því gefnu að Selfoss vinni í dag. En Káramenn er í rauninni eru eins og staðan er í neðri hluta deildarinnar. Þetta er mjög þétt þarna, það er 3 lið með 24 stig, Kári núna í 9. sæti á markatölu á eftir Fjarðabyggð, en sérðu það eru 3 stig upp í 7. sæti og í þannig séð gætu þeir endað í efri hluta töflunar áður en að tímabilið er búið ef að þeir halda áfram eins og þeir hafa verið að spila. Það væri bara mjög fyndið að það myndi gerast með hvernig þetta tímabilið spilast, það var eiginlega bara mjög svona dökkt yfir ekki alls fyrir löngu, þar sem við vorum bara í næstnæsta sæti og bara nokkuð upp í KFG á þeim tímapunkti. Ég held að það hefur verið 5 stig eða eitthvað, 4-5 stig. Já. En núna er þetta búið að snúast algjörlega við og þeir eru komnir bara eins og þú segir í þá stöðu að geta enda í efra hluta deildarinnar. Já, og þessi lið hafa spilað 5 leiki, keppnisleiki áður og við erum bara með lista yfir á alla hérna. Fyrst 2013 þar var greinlega nýlega bragur á Káraliðinu, 9-1 tap í maí og síðan í síðari leiknum 5-0 fyrir austan. Það var ekki gott tímabil. En síðan 2018 á síðasta tímabili sigraði Kári báða leikina milli þessara liða. 3-2 hérna heima, 1-0 úti, en síðan var náttúrulega erfiður leikur Káramanna núna í fyrri umferðinni hér fyrir austan í 5-1 sigri Leiknis. Já, en ég reyndar... En það var mjög sérstakur leikur. Mjög sérstakur leikur út af því að Káramenn minnka muninn í 2-1 miðjan seinni hálfleikinn og þá
með hvernig Kári var að spila þá hélt ég bara að þeir myndi allavega jafna leikinn. En það fór ekki svo, þeir fengu mark á sig og það bara hrundi gjörsamlega leikurinn hjá þeim. Þannig að, og leiknismenn völduðu bara yfir á í restina, sko. En það var mjög skrítið út að Kári var að spila ágætlega eftir þetta marki á Andra úr vítaspyrnu. Já. Nú, Káraliðið búið að vera, eins og við segjum, þeir eru taplausir í síðustu 4 í deildinni eftir hennan stórfurðulega leik á móti Fjarðabyggð 7-4. En þá kom heimasigur gegn ÍR, Víðir, Garði, 2-2 jafntefli útivelli. Sérstakur leikur líka. Já, og síðan útisigur gegn Dalvík Reyni í lok ágúst og sigur gegn KFG. Þannig að 3 útileikir í röð. Og þessi KFG sigur náttúrulega alveg svakalega mikilvægur. Ofsalega. Og þannig nánast tryggðu þeir, eins og segi, tilveru rétt sinni í deildinni. Já. Nú, ef við skoðum þá kannski síðustu 5 hjá Leikni í Fáskrúðsfirði, þá þeir sigruðu Völsung í síðustu umferð en þar áður tap á útivelli gegn Selfossi. Og svo segir líka tap á móti Þrótti Vogum líka á útivelli og síðan bölvuðu Brasem í KFG á útivelli. Já, ég heyrði nú reyndar í Brynjari Skúlasyni þjálfara Leiknis og hann sem hann var að lýsa aðstæðunum í þessum leik gegn Þrótti Vogum. Já. Utan hús og í ofsalegu rokið og hann myndist á það. Þennan dag var verið að fresta leikjum í efri deildunum en ekki í annari deildinu og það var að heyra að þarna hefði ekki verið aðstæðu til að spila fótbolta, sko. Nei. Það er náttúrulega mjög svekkjandi þegar það er gert og ég er reyndar ánægður með það að menn eru byrjar að fresta frekar leikjum heldur en að spila eins og 2001 tímabili sem Skaginn vann. Það voru nokkrir leikir sem voru alveg í aftakaveðri og það er nú alltaf betra að það sé nú hægt að spila fótbolta þegar hlautaði til leik, sko. Já, og undir lok tímabilsins þar sem þessi leikir fyrir að skipta svo óbúslega miklu máli að það séu hreinlega aðstæður til þess að spila fótbolta. En svona er þetta, við breytum þessu svo sem ekki. Nei. En það er kannski bara allt í lagi fyrir okkur að fara að kíkja á leikmannalistana, byrjunarliðin. Í markinu hjá Kára er Aron Bjarki Kristjánsson nr. 12, aðri leikmenn eru nr. 2 Árni Þór Árnason, nr. 3 Sverrir Mar Smárason, nr. 4 Birgir Steinn Ellingsen, nr. 6 Guðfinnur Þór Leósson, nr. 7 Andri Júlíusson fyrirlið sem búinn að vera hreinlega funheitur upp á síðkastið. Já. Nr. 17 er Ragnar Már Lárusson, nr. 19 Eggert Kári Karlsson, nr. 23 Guðlaugur Þór Brandsson, 25 Sindri Snæfells Kristinsson, 26 Arnleifur Hjörleifsson. Þetta er nú bara nánast þeirra sterkasta lið í dag. Ég hugsa það, já. Þetta er bara feikist sterkt lið og það er alveg óbúslega gaman að sjá að Gulli er komin tilbaka. Hann er mjög öflugur leikmaður og hann var náttúrulega ekki með Káraliðinu stóran hluta þessa tímabils. Þannig að það er fengur. Algjörlega. Og hjá Leikni er liðið þannig skipað að nr. 1 í markinu er Bergsteinn Magnússon. Aðrir eru nr. 2 Guðmundur Arnar Hjálmarsson, nr. 3 Blaso Lalevic, nr. 4 Povilas Krasnovskis, nr. 5 Almar Daði Jónsson, nr. 7 Arkadíus Jan Grilselak. Ég biðst afsökunar ef ég er ekki að bera þetta fram rétt, en Arkadíus skal það vera. Nr. 10 Daniel García Blanco, nr. 11 Sæþór Ívan Viðarsson, nr. 15 Ísaró Abella Sanchez, nr. 16 Unnar Ari Hansson og nr. 22 Ásgeir Páll Magnússon. Nú Björn Þór, lumar þú einhverjum fróðleiksmálum þessa leikmenn aðkomuliðsins í dag? Nei, bara að því að ég vil kannski bara koma því á framfæri að það er oft þessu litlu lið sem eru að koma og gera góða hluti. Leikni Fáskrúðsfjörður hefur gert það síðustu ár, voru í innkastdeildinni og héldu þessu uppi á ævintýralegan hátt og síðan hafa verið lið eins og Magni sem hafa komið upp og það kom alltaf svona kannski litlu liðin sem kom upp að sko mér finnst að Leikni Fáskrúðsfjörður sé mesta svona merkilegasta liðið til þess að gera þessa hluti sem þeir eru að gera núna, að berjast inkassosæti og hafa verið inkasso deildinni að því leyti að þetta er að stórum hluta byggt að bara kjarna af mönnum frá Fáskrúðsfirði. Já. Þetta er eiginlega mikið til bara strákar það. Já. Og þetta gerist ekki, við sjáum þetta ekki hjá Magna. Það er kannski einn leikmaður í öllum leikmannahópnum sem frá Grenivík. Já, akkurat. En Fáskrúðsfirði, þetta er bæjarfélag sem telur innan við 700 manns held ég. Já. Og þeir eru bara
og það eru meira þess strákar sem eru að spila í, þú veist, Björgvin Stefán sem var náttúrulega leikmaður hjá Leikni fyrir nokkrum árum, hann er að spila með IR og veist, þeir virðast allan að vera að gera eitthvað rétt fótboltalega. Kristoffer Páll reyndar mittur og Leo Keflavík hefur verið að spila með Selfossi og bróðir hans mitt, Sæþór Ívan Viðarsson, ungur efnilegur sprækustrákur sem hefur búin að standa sig virkilega vel í sumar. Þarna númer 11 skulum fylgjast vel með honum. En að því ekki að því gefnu, að því sögðu ætla ég enn einu sem að segja að ég vil fara að sjá Leikni og Fjarðabyggð sameinast í stærra lið sem getur gert flotta hluti í innkastadildinni. Já, þarna erum við sennilega á sömu línunni. Þessi sameining er hafin fyrir austan. Það er 3 ára prógram núna Huginn og Höttur. Það verður gaman að sjá hvernig það, en auðvitað stærri sameining til þess að búa til, í framtíðinni mögulega efstu deilda lið af Austurlandi væri náttúrulega í rauninni draumurinn, sko. Já, bara... En hann er mjög fjarlægur, það mátt okkur á því. Já. En leiðilegt að þessi lið séu að keppa sömu leikmennina í sömu deildinni, ungi strákar á svæðinu sem eru flottir og myndi njóta sem mikið betur í góðu innkastadildinni heldur en að vera í þessum partningi. Gleymum því ekki líka að Leikni, Fáskrúðsfjörður og Fjarðabyggð eru úr sama sveitafélaginu. Já, kannski það er svona sem ég er að benda á þetta. Akkurat. En varamenn í dag, varamarkmaður Kára Gunnar Bragi Jónasson, nr. 1, aðrir eru nr. 5 Arnar Freyr Sigursson, nr. 9 Marino Hilmar Ásgeirsson, nr. 11 Indriði Áki Þorláksson, nr. 14 Auðun Ingi Hrólfsson, nr. 18 Haraldur Sturlaugsson og nr. 20 Benedikt Valur Árnason. Ingimar Elí Hlynsson, þjálfari Kára, búinn að vera mjög svo. Hann er ekki í búning, hann er nú búinn að spila leik með Kára. Leik. Og hann er búinn að spila einn annan. Hann er búinn að spila 2 leiki og við kannski bendum á það að það er ansið skemmtilegt að sjá Indriða Áka Þorláksson sem er náttúrulega bara að jafna sig. Hann er búinn að vera meiddur stóran hluta þessa árs og þetta er náttúrulega leikmaður sem er bara virkilega góður og er bæðið með reynslu úr Pepsi og Inkasso. Já, og gleymið því ekki, bróður hans var náttúrulega að gera góða hluti með Kára í fyrra og er búinn að vera stórkostlega með KF í sumar. Það er alveg magnað, það er alveg saman hver Alexander spilar, hann skorar alltaf mörk. Langmarkahæstur í 3. deildinni en varamannabekkurinn hjá Leikni, Bergsveinn Ás Hafliðarsson varamarkmaður, Devin Bæ Morgan, Hlynur Bjarnason, Martin Már Sverrisson, Mikolas Krasnovskis, Guðjón Rafn Steinsson, Sólmundur Aron Björgólfsson og breiddalingurinn Brynjar Skúlason er þjálfari þeirra. Og kannski rósa Ingimari áðan og hann var alltaf að hrósa Brynjari sem gerði frábæra hluti með Huginn og virðist að gera frábæra hluti með Leikni, þannig að hann er mjög öflugur þjálfari. Þá eru leikmenn komnir inn á. Dómar í dag, Gunnar Oddur Hafliðarsson, aðstofadómar hans Breki Sigursson og Bergur Daði Ágústsson. Við erum búin að sjá Gunnar Odd nokkur sinnum hérna í sumar. Efnilegu dómari þarna á ferðinni. Hann hefur lent í krefjandi verkefnum hér í sumar sem við munum eftir. Alltaf krefjandi að dæma hjá Kára, hann er svolítið blóðheitur oft á tíðum. Já, og ná einhvern veginn líka oft að draga fram svona ákveðið keppniskappi hjá anstæðingnum ef við getum orðað það mjög pennt. En það hefur nú oft verið höllin hefur verið þjættar setin. Já, það má segja það. Við bara hvetjum Skagamenn til að drífa sig niður á. Já, og þetta er stór, eins og segja, það er þó svo þetta er haustleikur og Kári sé kannski svona svo gott sem búið að tryggja sitt sæti þá er þetta getur verið mjög skemmtilega leikur og það er mikið í húfi hjá leiknismönnum. Já, ekki spurning. Og leiknismenn eru hérna mættir í ljósbláum og hvítum búningum. Þeirra aðalitur auðvitað rauður eins og Káramanna. En það er haldið í hefðirnar. Liðsmyndin. Það ætlaði sér þarna margar. Þetta er orðið dálítið örugglega reffilegt safn hjá Sveinbirni. Já, ég hugsa það. Þetta verður flott ljósmyndasýning í daginn. Já, þetta er góð heimild. Auðvelda mönnum eins og Jóni Gullósson að rifja þetta upp. Já. Svona sagnfræðinga framtíðarinnar. Nákvæmlega. Það eru Káramenn sem að byrja með boltan. Andri Júl, orðinn markahæstur í annarri deildinni. Já, það er svoleiðis. Sýndist mér ég var að gramsa á KSÍ vefnum í gær.
og ég gæti ekki betur séð með 15 mörg. Já, hann er sérstaklega sko undanfarið hann búinn að vera stórkostlegur. Já. Og Káramenn geta alveg þakka honum fyrir framlag sitt í að halda liðin í deildinni. Já. Hann sé nú bara einn af mikilvæg leikjum í því. Já. Nú, Leiknismenn bíða átekta hér. Sjáum að Bergsteinn kemur með langan bolta fram á Sæþór sem að næra fleitunum áfram. Daniel Garcia við það að sleppa í gegn en Sindri les þetta vel. Sindri aftur að hreinsa þetta frá. En Leiknismenn vinna boltan aftur. Garcia. Nei, þetta er Arkadius. Ekki, jú. Já, það er eitthvað númerarugl hérna hjá okkur. Það er væntanlega Arkadius númer 14. Nei, hann er númer 7. Það er engin leikmaður númer 14 á skýrslunni, þannig að hér er Káramenn að setja hann upp í loft. Eins og við segjum, gríðarlega mikilvæg leikur fyrir Leikni og eins og það hefur ekki gengið vel hjá Mótivelli undanfarið, þannig að þeir eru alveg örugglega varir sig að þeir þurfi að vita að og sérstaklega þeir þurfa sigur hérna, en gleymum því ekki að það er ekki marga vikur hérna síðan að Káramenn sigruðu topplið vestra hér á heimavelli 1-0. En þá er líka mikið í húfi hjá Kára og það getur líka verið þægilegt að koma svona nokkuð pressulausi inn í hennar leik á móti liði sem er með, það sem getur kannski taugaspennan sig aðeins meiri. Akkurat. Sindri hreins þetta frá Andri, nær ekki til boltans. Almadað er á undan honum. Leiknismenn halda þessu lifandi. Unnar Ari út í hornið. Kemur fyrirgjöfin, Sindri fyrstur í boltan. Og þetta er mikil pressa hérna hjá Leiknismönnum, en Árni gerir þetta vel. En það er engin númer 15 inn á hjá þeim, þannig að þetta er Abella sem er númer 14. Abella Sanchez. Vist er bara við skallar Abella, held ég. En sjáum að Leiknismenn pressa hátt á vellinum. Unnar Ari skiptir yfir, þetta er tæp sending og Ragnar Már fer þarna af krafti þarna í, hver er það? Það small í legglíf þarna. Það er Arkadius. Hann fann fyrir þessu, en ekkert spjald á loft. Arkadius skiptir hérna yfir til vinstri á Ásgeir Pál sem kemur þessu á Bella. Leggur hann hérna út. Guðlaugur kemur þessu frá en ekki langt. Sæþór kemst hérna fram hjá Arnleifi, en er þetta ekki á langt? Jú, hann missir boltan út af. Leiknismenn er ná að halda pressunni hérna. Já, þeir eru alltaf greinilega að keyra svolítið á Káraliði hérna í byrjun. Já, Káraliði fellur vel tilbaka. Almadaði með langan bolta inn á teim Birgir Steinn, skallar þetta frá og Gulli framlengir. Og Arkadius tilbaka og Bergsteinn þrýsta Káramenn sér aðeins ofar. En Leiknismenn leysa þetta vel. Sindri færar hann í bakið, heppinn. Og er það ekki Káramenn sem þetta engast? Jú.
Eggert Kári skallar þetta áfram, vel gert hjá Almari. Leiknismenn að gera þetta virkilega vel, Arkadius. Þetta vel spilað. Já. Kemur fyrirgjöfin inn á fjarstöngina, Arnleifur skallar frá. En Leiknismenn taka frákastið, boltinn út til vinstri á Guðmund Arnar. Hann kemur með fyrirgjöfina og þetta marktilraun, fyrsta marktilraunin. Þannig að Povilas Krasnovskis sem að náða að beina þessu í áttina marki en auðvelt fyrir Aron í markinu. Sindri lyfti boltanum hérna í áttina af Andra, Alma Daði sterkur. Átni finnur Guðfinn. Guðfinnur með ekki góða sendingu á Ragnar Má. Og Leiknismenn missa síðan boltan hérna. Sæþór missir hann undir sig, Arnleifur sækir á vörn Leiknis, ætla sér of hana. Já, þetta var ekki gott. En slök sending hérna inn fyrir Átni tilbaka á Aron sem að lyftir honum hátt fram. Andri fer í skallaboltan, missir á honum. Guðfinnur með fína sendingu hérna á Ragnar Má sem að lyftir honum inn fyrir Eggert Kára. Er þetta ekki ólangt? Nei, Eggert Kári gríðarlega fljótur. Eggert Kári kemst hérna fram hjá einum, reynir að setja hann inn í teginn, gengur ekki. Leiknismenn reynsa frá en Átni Þór lyftir honum síðan hérna inn á fjársvæðið. Sverrir Mar tekur frákastið, þetta ágætt hjá Kára núna. En rángstað þetta enda á Ragnar Má, þetta klaufalegt. Já, það kannski svona veikur athygli í uppstillingu Káramanna að Sverrir Mar á miðjunni. Það hefur verið algengar að Sindri leysi það hlutverk og Sverrir settur í hafsendin. En hann ansi djúpur á miðjunni, hann Sverrir, hann liggur tilbaka. Já, ver vörnina, hann nánast eins og þriðji hafsendin hérna. Hann svona akkeri á miðjunni. Vel gert hjá Sindri og Andra. Andri chippar honum inn fyrir Eggert Kára, þetta falleg sending og Eggert Kári tjekkar hann inn, setur hann aftur á Andra. Andri reynir að komast þarna fram í Ásgeiri Páli, en leikurinn heldur áfram. Eggert Kári við hann á honum niður, leggur hann út á. Skot í stöng, það Gulli. En ég nú hræddur að Leiknismenn hafa verið reiðir að þetta enda í markinu þegar þetta var alveg klárt brot á þess að Andri hrinti varnarmanni bara Leiknis þarna niður, þannig að ég skil reiði Leiknismann ágætlega. Sjá þetta aftur hérna, Átni með sendinguna fyrir. Eggert Kári tekur vel við boltanum, en þetta er dauðafæri. Já, þetta er dauðafæri og skot í stöng hérna hjá Gulli. Þarna mátti við litlu muna. Já, það er alveg rétt. Leiknismenn hefðu örugglega ekki verið hrifnir. Nei, ég hef allan persónulega ekki verið það ef ég hef verið stuðningsmaður. En svo sem Káramenn vildu líka fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna. Þetta var svona árekstur. Eggert Kári. Hann pressaði tilbaka, leggur hann síðan aftur á Sindra. Hann finnur Guðfinn. Guðfinnur að snúa, finnur Andra. Ágætlega að spila hérna. Eggert Kári lyftir honum alla leið yfir til vinstri. Nei, hann er ekki alveg yfir. Andri nær ekki að snúa. Boltinn tilbaka á Bergstein. Káramenn aðeins náða að snúa þessari pressu Leiknismanna við. Þetta ágætlega spilað. Boltinn tilbaka á Ásgeir Pál. Ásgeir skilur hann eftir fyrir Blanko. Ná Unnar Ara sem skiptir yfir til hægri. Það Guðmundur Arnar. Tilbaka á Arkadius. Hann á Lalevic. Hann skiptir aftur yfir á Ásgeir Pál. En fín varnarvinna þarna hjá Andra Júl. Kominn þarna í hægri bakvörðinn. Já, maður segja það. En þetta búið að vera bara frekar líflega fyrstu 10 mínútur. Ánægður að bæði lið virðist alltaf að sækja. Já. Fín vörn þarna. Já, fínn sprettur hjá Ragnari hérna. Hann kemur inn á teginn. Og hvað gerir Ragnar?
Nær skotinu, þetta vel varið. Hérna Þarna fer Andri Júliusson niður í teignum. Já, ég sá ekki alveg hvað gerðist. Það Kannski liggja tveir Káramenn í teignum. Við kannski náum að sjá þetta aftur. Boltinn látin fara, við skulum bara renna þessu myndskeið. Hérna sjáum við Ragnar Már kominn inn á teiginn. Nær skotinu. Og Andri, það einhver snerting hérna en kannski mjög gróft að fara fram á víti hérna. Ansið svo oft. En fýtt sprettur hjá Ragnari Má. Andri staðinn á fætur. Teygði sig hann í boltan og Káramenn henda boltanum tilbaka. Láta hann Arkadius hlaupa svolítið. Og koma leiknismenn. Almar Daði. Hann hefur leikið hlutverk í þessu leiknisliði lengi. Já, og hann sé nú ekki mjög gamall. Nei. Alltaf tilbaka á Ásgeir Pál. Ásgeir kemur boltan inn á teiginn. Gulli skallar hann upp í lofti. Aron út á markinu, gerir þetta vel. Grípur vel inn í hérna. Hann er ekki feiminn með að koma út á markinu. Nei, Aron. það er óvægt að segja það. Ungur efnilegu markmaður. Já, 9 ára Íslandsmeistari með öðrum flokki. Já. Og sko þeim til hamingju. Frábærlega gert. Andri Júl kominn hérna inn á teiginn. Andri reynir að koma honum fyrir, Almar er fyrir. Og kemur síðan með hann inn á fjársvæði. Þar er Ragnar Már. Tekur hann niður og aftur er þetta skot. Eða fyrirgjöf. Ekki gott að segja. Nei. En boltinn fram í markinu og aftur fyrir. Já, Ragnar er búinn að vera ógnandi í teig leiknismanna. Já. Búinn að eiga 3 fína tilraunir. Já, Guðmundur Arnar í stökustu vandræðum með hann hérna. Þeir ætla sér að spila út úr þessu. Boltinn aftur á Bergstein. Bergstein undir mikilli pressu en þarna vantaði meiri pressu. Fleiri í pressuna. Svona líka skrítið að var enginn hérna nálægt. Ásgeir Páll hérna með no pláss. Of lengi að þessu en hann fær hotspinnu. Er þetta ekki fyrsta hotspinnan í leiknum? Jú, mér finnst samt eins og þeir hafa fengið eina. Ég er samt að rugla kannski. Já, hún líklega. var allavega ekki eftirminnileg. Nei. Getur það sagt að þannig, en það er Unnar Ari Hansson sem að tekur hotspinnuna. Isaro Abella býður sér stutt. Kemur á fjær, Sindri skalla frá og Árni framlengir síðan. Lalevic aftur út á Unnar Ara og þessi er inn á fjárstöngina en Aron ekki í neinu vandræðum með þetta. Það er greinilegt að það eru mættir Fáskrúðseyingar í hús hér. Já, þeir láta sjá sig. Hvort sem er núverandi eða brottsvettir. Kemur sterk tækling hérna hjá Ásgeiri Páli. Káramenn ekki sáttir. En hann tók boltan, virtist vera. Já. En við höfum svo sem verið að sjá það undanfarið að það hefur ekki alltaf verið að skipta máli. Það er kannski... Nei, en í þessu tilfelli var hann var ekki með takkana hættulega. Það var bara sterk og góð tækling. Hörku stuði á Fáskrúðseyingum hérna í stúkunni. Já, láti í sér heyra. Boltinn er á Guðmund Arnar. Guðmundur kemur inn á völlin, Lalevic á Unnar Ara, hann skiptir aftur yfir á Ásgeir Pál sem er mjög sóttjarfur hérna. Kemur með hann inn á teiginn og þetta er skall og mark! Hver er það? Það. Er það Daniel García Blanco? Gott ef ekki, en leiknismenn komnir yfir hérna. Skulum bara kíkja á þessa sóknattur hérna. Sýnist að vera Blanco. Þetta er frábær skalli hjá honum. Virkilega vel gert. Já, en þarna eru leiknismenn komnir það hátt upp á völlin og Káramenn það djúpt að þetta er eiginlega bara eins og aukaspinna.
þegar hann gefur inn í teginn. En þú sást, Þetta marka á 15. mínútu, þetta var Daniel Garcia Blanco. Þetta var snýstilega afgreitt. Já, þetta var virkilega góðu skalli og í rauninni sóknin öll. Ljómandi fín, búinn að vera sprækur hérna upp vinstra megin, hann Ásgeir Páll. Það er líka komið mark í Vogunum. Þar Þróttur Vogum komnir 1-0 yfir gegn Selfossi. Það er úrslit sem skipta máli fyrir leiknismenn, það er alveg nokkuð ljóst og Vestri komnir yfir 1-0 gegn KFG sem kemur ekki eins mikið á óvart. Nei, en þá hérna allan að þegar korter liðið á leiknum rúmlega þá hérna leiknismenn í draumastöðu. Já, algjörlega og eru mögulega bæði Vestri og Leiknir að ná að skilja Selfyssingana eftir. Já, ef að Selfoss klúðrar þessu tækifæri og Leiknir vinnur þá getur þetta þetta verður nú samt örugglega bara þetta fram á síðasta leik. Já, sennilega. En þá allan Leiknir komin í góða stöðu. Já, nú forvitnilegt að sjá hvernig Káramenn reyna að svara þessu. Hann ekki óvanur að lenda undir. Nei. Hann var gjarnan þannig. Þessi sending of löng og Ásgeir Páll náði ekki að halda þessu inn á. Sindri missir hennan upp í rjáfur. Við náðum að halda þessu inn á, Ásgeir gerir það. Það er ágætlega að spila hjá leiknismönnum. Já, leiknismennir eru bara vel spilandi. Virkilega. Þeir eru engum erfiðleikum með Kemur skiptingin yfir til hægri, Arnleifur les þetta vel. Gulli reynir að finna Ragnar Má, gengur ekki. Við sjáum það að þegar að Káramenn pressa þá þeir mögulega að pressa og fáum mönnum en Andri gerir þetta reynda virkilega vel. Já. Og Bergsteinn þarf að setja hann út fyrir. Guðfinnur undir pressu og brotið á honum. Hárrétt dæmt þarna. Það var Ísaro Abela Sanchez sem braut á honum. Og þá geta Birgir Steinn og Sverrir Mar og Sindri komið sér inn á teginn. Sjáum að Guðlaugur Þór ekki inn á teginn, það vekur svolítið athygli mína. Stór og sterkur skallamaður. En varnarlínan á vítateigslínunni. Kemur boltinn inn á fjarstöngina. Þetta Birgir Steinnir og Seinn þarna. Og Krasnovskis sem skallaði frá, fekk hann á sig hérna. Vonum að það sé í lagi með hann. Já, hann svona eini leikmaðurinn held ég sem á titil sem inn á núna. Krasnovskis? Já, hann hirti dolluna í Litáen úrvarsdeildina þar 2013. Yes. Hluta liði í Vilnius sem ég man ekki alveg hvað heitir. Nei. En þetta stutt á milli í þessu ekki með fullu virðingu fyrir annarri deildinni. Já. Það þetta ekki ákveðin gæðastimpill á íslensku aðradeildina? Mögulega. En leikurinn komin í gang aftur. Almar Daði sækir hérna fram.
Og síðan sendingin ekki góð, Árni lyftir honum fram, Andri í baráttunni, nær að fleyta honum áfram. En hún vill fá aukaspyrnu hana á Lalevits en fær ekki. Sæþór hefur ekki fengið mikið pláss hana og þeir hafa svo sem ekki mikið leitað að honum heldur. Lítið verið í boltanum hingað til. Hafa sótt mikið upp hérna vinstra megin leiknismenn. Þá hafa Káramenn innkast Arnleifur en Lalevits komst þarna fram fyrir Andra. Sverrir tilbaka á Birgistein og þetta er erfitt. Þarna liggur Sæþór, sýndist mér. En Sindri Snæfells gerir þetta vel, finnur Arnleif. Arnleifur reynir sendinguna upp í hornið á Ragnar Má, það gengur ekki. 21 mínúta liðin. En engar stöðu uppfæslur sem að ég get sagt ykkur frá, nema það Höttur Huginn er að spila við Sindra í þriðju deild karla, eru 1-0 yfir. En fín pressa hérna á Guðfinni, kemur boltanum á Guðlu Þór, hann á Andra, Andri sér hlaupið hjá Ragnari Má, lyftur honum út í vinstra hornið. Og þeir ná að loka á hann, Arkadíus gerir það, vel gert hjá honum, finnur síðan Blanko, hann nær að snúa Sverri af sér, lyftir honum yfir til vinstri, Ísaró nær ekki til boltans, Árni hreinsar þetta frá, Birgisteinn út á Arnleif, Arnleifur inn á miðjun á Andra, Andri spilast stutt á Ragnar Má sem að leggur af stað. Ragnar Már með sendingunni inn fyrir Eggert Kára sem er að komast hérna fram hjá Bergsteini og þeir reynir hælsendinguna. Já, hafði hann ekki skotið þarna með vinstri? Nei, hérna hefði nú, já, maður hefði nú viljað sjá hann, en hérna er að Bella að sleppa í gegn. Bella Birgisteinn gerir þetta vel en gott skot þarna. Já, en já, í þessu færi hjá Kára hefði maður viljað sjá Eggert, hann var komin í fínt færi þarna, bara setja hann á markið. Já. En tók þetta touch og kom sér í svolítið vandræði. Ekkert, jú, það er dæmt aukaspyrna hérna, við sjáum kannski hérna skotið aftur. Aron vel staðsettur í markinu þarna. Aukaspyrna dæmt út við hliðarlínu. Og Sindri tilbaka á Aron. Sindri, fín pressa hjá Blanko þarna. Já, þeir eru ansið hreyfilegar hérna fremst í vílínu hjá Reykjanesmönnum. Guðfinnur dæmdur brotlegur. Þeir eru fljótir, snöggir og pressa duglega. Já, vel útfærd pressa hjá þeim, alveg klárt mál. Þetta liði í toppbaráttu. Spilaðir hérna bara rólegir tilbaka. Núna liggur leiknismönnum ekkert á. Nei. Lalevits dregur sig hérna niður á milli hafsendana. Arkadíus
Það er langan fram á, Blanko Birgir Steinn vinnur þennan skallabolta. Ragnar Már leggur hann út til hægri á Árna. Árni tilbaka á Sindra. Sindri yfir á Arnleif. Góð skipting þarna. Arnleifur finnur Andra sem missir boltan og langt frá sér. Og Blanko. Andri gefur ekkert eftir frekar en fyrir daginn. Og boltin tilbaka á Aron. Aron lyftir þessu fram. Gulli sterkur í skallanum en Andri Júl dæmdur brotlegur hérna. Já. Bakhrending hérna. Taka þetta bara stutt. Arkadius yfir á Almar. Það róast yfir leiknum hérna eftir marki hjá. Já, Árni les þetta vel. Finnur Eggert Kára. Eggert, það er mikið, góð pressa þarna hjá Ísar og Abella. Skemmtileg staðreynd að Almar Daði er sonur manns að nafni Jón Hauksson og ég spilaði með honum hjá Leikni Fáskrúðsfirði árið 2000. Það er aldeilis. Það er ýmsar tengingar hér. Ragnar Már hérna undir mikilli pressu. Reyna búið að loka hann hérna af út í horni. Koma þér fleiri. Ísaró hjálpa til og Ragnar gerir þetta vel og vinnur hornspyrnuna. Vel gert. En hvað spilar ekki líka með þjálfaranum? Brynjar er ég örugglega? Jú. Það var reynda með Hetti. Já. En Brynjar löngu orðinn góðsögn í austfirskum fótbolta. Já, heldur betur. Undri frá Breiðdalnum. Og gríðarlega efnilegur á sínum yngri árum. Þjálfaði lengi Huginn Seyðisfirði áður en hann tók við Leikni. Já, rétt. Þannig að hann er búinn að vera í kringum austfirskan fótbolta bara nánast alla tíð. En hér kemur hornspyrnan. Það er Almar Daði sem að skalla frá. Arnleifur nær honum aftur. Finnur Guðfinnur lyftir honum inn á fjárstöngina. Eggert Kári með skallan og hann er laus. Og Bergsteinn ekki í neinu vandræðum með hann. Reynir síðan að taka þetta langt en Finnur þakbita. Já, leiknismenn ættu nú að þekkja umhverfið hér í þessari höll ágætlega. Já, það má eiginlega segja að bæði lið séu nánast að spila eins og heimavelli hérna. Já, heldur betur. Já, þær eru alveg eins. Alveg eins, hallirnar hér og á Reyðarfirði. Þar sem þeir spila sína heimaleiki. Þannig að þetta er kannski ekki eins mikill útileikur hjá þeim eins og í Roki í Vogunum. Nei. Þetta fyrir beint upp í þakki. Já, ekki góð spilna hjá Aroni. Þetta er náttúrulega það sem er leiðilegt við að spila innan fótbolta. Já. Þetta er núna búið að fara mínúti í þetta. Já, er ekki óvægt að segja að þetta sé ókosturinn. Já, þetta er ókosturinn. Við innanhúsboltann. Að öðru leyti er þetta allt í besta. Reynda bentuði mér á það áðan hérna Austfirðingarnir að þær eru eins að öllu öðru leyti nema að það er búið að skipta gras hér. Það er miklu betra grasið hérna heldur en fyrir austan. Þeir hafa ekki farið í þá fjárfestingu. Er ekki ennþá byrjar á því? Nei. Nei, það er alveg komið tíma á það. Já. Sæþór, fínum spretti hérna fram hjá Arnleifi. Reynir að finna Krasnovskis, tengst ekki. Arnleifur, þarna nú spurninga ef þetta er ekki aukaspyrna. Hvort að þetta væri dífa en Guðmundur fór hann niður eftir viðskipt sín við Arnleif. Kemur tilbaka. Nú er spurning hvað gerist. Leiknismenn spyndu boltanum út af. Já, það var ekki. En Guðmundur var staðinn upp. Þessi bolti inn á Martein en Bergsteinn mjög öruggur. Er Selfoss ennþá að tapa? Skulum kíkja á það.
Já, staðan er óbreytt í öðrum leikjum. Nei, hérna einhver. Sæþór í skotið en það vel yfir. Já, það staðan ennþá 1-0 fyrir Þrótt gegn Selfossi. Staðan ennþá 1-0 fyrir Vestra gegn KFG. Ennþá 0-0 hjá ÍR og Víði og engar uppfærslur hafa fengist frá Fjarðabyggð Dalvík Reynir sem eru allir þessi leiki klukkan 5. Síðan eitt leikur klukkan 4, Völsungur Tindastóll. Tindastóll auðvitað löngu fallnir úr deildinni. En það verður að spila í Pepsi Max deild kvenna. Það nú annað af toppliðunum að spila núna. Valur á móti IBVF, þar staðan ennþá 0-0. Það eiginlega bara spurningin hvort það eru Valur eða Breiðablik sem vinna þá deild. Þetta var klauðalegt hjá leiknismönnum. Hálftími liðinn. Staðan ennþá 1-0 og það Daniel Garcia Blanco sem skoraði mark Leiknis á 15. mínútu. Ekkert dæmt hérna, leikurinn heldur áfram, Eggert Kári á Guðfinn. Guðfinnur skiptir yfir á Birgistein. Hann á Arnleif. Arnleifur nær ekki að koma þessum fram hjá Sæþóri. Guðlaugur reynir að finna Ragnar Má, hann dæmdur brotlegur. Ég ekki alveg samfærður þetta. Já, ég held að Ragnar Már að næla sér í gult spjald hérna. Ja, það hins vegar rétt sko, eftir að hafa sparkað hann í burtu, ég alveg sammála því, en þetta ekki með þetta brot. Já, virtist stíga inn í hann hérna, óbyrðu líka á Sverrima eða hvað? Már? Fyrir hvað? Sýndan spjaldi tvisvar, ég allavega, nú erum við með eftirlitsmann KSÍ hérna nálægt okkur, það væri nú kannski ekkert úr vegi að spurja hann að því. En gult spjald allavega á Ragnar Má. Og mögulega. Mér fannst eins og hann hefði sýnt Sverri Marða líka. En fyrir hvað þá? Fyrir þá mögulega mótmæli. En við skulum ekkert staðfesta það nema að við fáum að sjá það. Kemur sending hérna yfir á Ásgeir Pál. Ásgeir Pál missir hann frá sér. Og Árni og Sindri í sammenningu. Sindri féll þarna við. Guðfinnur á Andra, hann á Eggert Kára. Guðfinnur skiptir yfir. Spurning hvort að það fáist staðfest nei. Og mögulegt að segja hvort að ég var nú ekki með augun á þessu alveg að fullri einbeitingu, verði ég viðurkenna. En við getum kannski náð talið af eftirlitsmanninum hérna á eftir. Séð hvort hann hafi fært þessi bókar hjá sér. Eggert Kári togaði niður hérna og aukaspyrna dæmd. Og aukaspyrna á mjög vænlegum stað hérna fyrir Káramenn. Þá óskuðu eftir betri aukaspyrna en síðast. Já. Hún var ekki góð þegar við fengum á svipuðum stað. Arnleifur kemur á vettvang. Hún snúa boltan hérna inn að markinu væntanlega. Helvítir að framalega hann að bella. Já, hann er ekki inn í burtu núna. En hver pústarar inn á teiknum. Kemur inn á fjárstöngina, en Bergstedt gerir þetta vel. Þetta var aðeins og átt fyrir Andra þarna. En ágætis bolti. Já, miklu betur en áðan. Þá koma leiknismenn. Halivic, Andri pressar á hann, finnur Sæþór, setur hann allavega tilbaka á Arkadíus. Hann á Almar. Ásgeir,
Reynir að lyfta honum inn fyrir, Sindri les það. Lesa þetta ágætlega Káramenn hérna, Árni. Reynir að finna Andra en finnur Gunnar Ara. En Kárum búinn að vinna boltan aftur. Guðlaugur. Guðfinnur reynir hérna hælspyrnu á Ragnar Má, gengur ekki. Og Leiknismenn á að halda boltanum. Sæþór kemst ekki fram hjá Birgisteini. Og Arnleifur tilbaka á Aron sem að lyftir honum hátt og langt yfir alla. Guðlaugur fær boltan hérna frá Ragnari. Hann finnur Andra, þetta er vel gert. Og Andri fer í skotið og það er vel framjá en leit vel út hérna. Já, hann leit vel út en já, törrögt framjá. Það sækir ekki að reyna. Sjáum þetta aftur hérna, þetta er þrumu skot, það vantar ekki sjálfstraustið á þennan bæinn. Veitu hvað? Einhver rekistefna hérna. Út af einhverju. Já. Það er verið að biðja sjúkraþjálfara hjá Leiknismönnum, Bergsteinn. Úrlega. Já, Sverrimar fekk spjald áðan, fengið staðfestingu á því. Já, við fengum staðfestingu á því, þannig að við kannski smellum því í loftið. Já, taka það fram að þetta var áðan. Já, þetta var áðan, þetta var ekki núna. núna. Þetta var eins og okkur sýndist að... Og það var sennilega fyrir mótmanni. Já, það er eiginlega eina sem kemur til greina. Fenguðu þarna 2 fyrir 1 tilboð hjá dómara leiksins. En við sáum að Vestramenn komnir í 2-0 og IR búið að komast yfir gegn í Víði í Garðinum í Breiðholtinu 1-0 nú og en, já, þó svo að Kári sé að tapa núna þá virðist þér endanlega að vera að tryggja sig þó svo að það hafi nú verið vitað. Akkurat. Gunnar Oddur Hafliðarsson dómari átti smá spjall þarna meðan að verið að huga að Bergsteini. Náði smá spjalli við fyrirliða liðana en hér er ekkert Kári að fá boltan upp í hægra hornið, hann hefur nóg plás. Já. Ásgeir er mættu þó, lyftir honum hérna inn á fjársvæði, Gulli skallar hann út í teginn, Ragnar Már nær hann að koma þessu á markið, það er hornspyrna. Þetta var alveg færi en þeir náðu ekki, þetta var svona einhvern veginn eins og Gulli það aðeins misreikna boltan. En Ragnar Már náði skoti á markið og þetta endar í hornspyrnu sem að Káramenn fá. Það er Guðfinnur sem að tekur hana. Ekkert Kári býður sér stutt og þetta er fastu boltinn og tegir Andri. Hann rétt missir á honum. Þetta var eitthvað teiknað upp. Já. Virtist vera en tókst ekki að tengja. Vantaði hárspritt hann að Andri kæmist í boltan. Já, það muna ekki miklu. Þá koma leiknismenn í róleitunum, Lalevits út á Arkadius. Nú liggur, misti ég að þessu. Já, misti þessu líka. Þetta er að verða eitthvað einkennilegt andrúmsloft inn á vellinum. Já, við skulum sjá hvort við höfum náð þessu hérna. Nei, við náðum því ekki. Og aðeins og seinir að fatta hérna. Já. En það virðist vera að farið hafi verið í Arkadius hérna þegar hann senda hann upp í hornið. Já. Og sennilega hafa augu dómarana allra farið af þessu líka. En leikunum er búin að vera mikið stopp undanfarið. Menn er að lýsa skoðunum sínu hérna, heyrum við af varamannabekkjónum. Og sitt sínir hverjum er oft verða í fótboltaleikjum. Já, það vill oft verða þannig. En
En ég var nú til að fara að fá þennan leik Já. að hann fara að rúla aðeins. Þetta er alveg Valskonur komnar í 2-0 gegn IBVF í Pepsi Max deild kvenna. Þá fer leikurinn loksins í gang aftur. Keflavík að vinna Stjörnuna í Garðabænum í Pepsi Max deild kvenna einnig. Og Höttur Huginn ennþá 1-0 yfir gegn Sindra á Egilsstöðum. En það er nú eflaust nokkrum mínútum bætt við hérna þennan fyrri hálfleik. Já, það er örugglega 3 mínútur. Alma Daði rétt missir að boltanum handa. Sindri skallar hann á Guðfinn sem að næra að snúa, finnur ekki Andra. Unnarari missir boltan frá sér, Andri tilbaka á Guðfinn, Guðfinnur kíkir yfir til vinstri, sér Eggert Kára þar, er þessu vinnalega? Nei, Eggert næra að halda þessi ná Guðmundi til varnar og hotspinna dæmd. Já, flott. Ágætis sóknartilburður Káramanna núna. Og þá mætir Guðfinnur á vettvang. Hvað fáum við að sjá núna? Aftur býður Eggert Kári sig. Boltinn kemur niðri, Ragnar Már hoppar yfir hann. Og leiknismenn á að verjast þessu. Sæþór nær ekki til boltans, Árni lyftur honum upp í vinstra hornið. Þar er Guðfinnur, skallar hann áfram. Þeir eru að ná að halda þessu lifandi eða hvað? Arnleifur erfitt að ná valda boltanum. Finnur Eggert Kára, hann á Sverrir Mar, fær hann aftur. Þetta er frábærlega spilað, Eggert Kári í skotið og þetta er framhjá. Þetta var ansi snirtilega spilað. Já, þetta hljótum við að geta séð aftur. Þetta var frábær spilkafli hérna. En skotið framhjá nærstönginni. Þá lifnar stúkan við leiknismegin. Ekki alveg sama stuð hinum megin. Nei, það heyrðist eitthvað minna í. Það er að Blanko kemur ekki boltanum á samherja. Sæþór skallar þetta í áttamarki en þetta er máttlítið og Aron ekki í neinum vandræðum með það. Og Káramenn að byrja hérna í rólegheitunum. Birgir Steinn með tæpa sendingu, allt og attalega. Þá pressa leiknismenn. Sindri losar hann þá bara langt. Andri býður sig, Almar kemur þétt í bakið á honum og truflar hann. Ásgeir gerir þetta virkilega vel. Kemur boltanum að Arkadius. Hann hefur heillað mig, hann Ásgeir Páll Magnússon í þessum leik. Já, hann er bara öndlugur. Lagði upp markið. Hann er verið að sprækur hérna og sterkur varnarlega líka. Veit ekki betur en þetta sé sonur Magnúsar Ásgrímssonar sem er, já, herra Leiknir, framkvæmdastjóri til, já, fleiri ára heldur en nokkuð maður veit hjá Leikni Fáskrúðsfirði. Það var Ísar og finnur ekki samherja, fær boltan aftur en missir hann aftur. Andri hafði nú tíma til að snúa þarna. Já, fór í heila öfu átt þarna. Fór inn í. Hann fékk boltan aftur og Arnleifur finnur Eggert Kára. Eggert Kári leggur á stað. Kemur inn á völlinn. Skiptir yfir á Guðfinn, erfið móttaka. Hann aftur á Eggert. Þá róast þetta aðeins. Sverrir reynir að læða honum hérna inn á Guðlaug. Gunnar Ari gerir betur hérna. Sverrir Mar brýtur af sér hérna. Daði með langan bolta í áttina, Blanko, Sindri nær að skalla þetta frá, Ísaró tekur hann út á Ásgeir,
Ásgeir lyftur þessu inn á fjárstöngina en það siglir yfir alla og í fangið á Aroni. Já, og venjulegur leiktími hér í fyrir hálfleik. Hann hefur runnið sitt skeið. En við búumst við alveg svona 3-4 mínútum. Ekki uppbútt. Jú, allavega það. Og það þarf nú aðeins að fara að lifna yfir Káramönnum. Þó svo að þeir eru alveg átt svona. Síðan spretti. Já. Eitt skot í stöng og þarna brýtur Eggert Kári af sér og hann á sér í gult spjald. Já. Og Káramenn ekki sáttir. Hvað? Þá aukaspyrna sem að Leiknismenn eiga. Kemur inn á teiginn, Guðfinnur skallar frá, beint á Ásgeir Pál sem hann að taka niður. Finnur Blanko, hann reynir að finna Sæþór sem að leggur hann út á Ásgeir en Ásgeir kemst ekki í boltan. Ragnar Már á Guðlaugur pressaður hérna Blanko. Krasnovskis aftur á Blanko en Guðfinnur hreinsar þetta frá. Vildi nú fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna, Guðfinnur. Ásgeir með snöggt innkast og þessi út af. Krasnovskis á Ísaro, þetta vel spilað, Blanko. En Guðfinnur pressar vel á hann þarna. En hann nær að halda boltanum þvílíkt harðfylgi hérna. Ákefð. Mikið að návíum hérna og þá flauta til hálfleiks. Staðan 1-0. Við bústum aðeins lengri viðbót. Já, en við förum að fara í pásu. Það spurning hvort við sjáum markið aftur. Já. Hjá sjá hvað Ásgeir Páll með frábæra fyrirgjöf og skallinn virkilega góður. Afskaplega margir Káramenn hérna komin ansi djúpt. Já. Og ansi margir Leiknismenn komin inn í teiginn. Akkurat. Og þetta var bara virkilega vel gert. Já. Og eftir fjöruga byrjun þá hefur svona aðeins dregið úr skemmtunargildinu þegar leið á og leikurinn svolítið stopp. Algjörlega, já, það er búin að detta niður tempóið nokkru sinnum. En við vonumst eftir áframhaldandi skemmtun hér í síðari hálfleiknum. Við drögum okkur í hlé í svona 15 mínútur og komum aftur með síðari hálfleikinn innan skams, ekki fara langt. Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.
Jæja, kæra áhorfendur, velkomin aftur hérna í Akranesvöllina. Örn Arnarsson og Björn Þór Björnsson heilsa ykkur hérna fyrir síðari hálfleikinn í leik Kára og Leiknis frá Fáskrúðsfirði. Staðan 1-0 í hálfleik, eins og við fórum yfir hérna rétt áðan, markið Daniel Garcia. Og áhugaverð tíðindi úr Vogunum rétt fyrir lok fyrri hálfleiks jafnaði Selfoss þar 1-1. Og eins eru vestramenn 2-0 yfir gegn KFG sem að þýðir að eins og staðan akkurat núna, Káramenn eru þá endanlega, stærðfræðilega og bara á allan hátt öruggir. Og ÍR hefur 1-0 yfir gegn Víði í hálfleik. Nú og en síðara hálfleikur, við hverju megum við búast, þannig að kannski eins og við segjum auðvitað Káraliðið nú reyndar yfirleitt þannig að það ekkert endilega kannski spurningin hvað undir eða hvað þeir vilja bara vinna fótboltaleiki og ekki síst hérna heima þó að það sé ekki mikið undir hjá þeim. Erum við að fara að sjá þá að reyna að setja smá pressu á Leiknismenn? Já, ég held að hljóta að vera að menn hafi barið smá svona baráttu í brjóst hvers annars í hálfleik og ég býst við því að við fáum tölvöld grimmara Káralið í seinni hálfleik, ég bara trúi ekki öðru. Sérstaklega út af að pressan ekki mikil og nú spurning hvort að Leiknismenn hafa fengið að heyra stöðuna í öðrum leikjum að sjá það einmitt að Selfyssingar séu að vinna sig inn í leikinn gegn Þrótti. Ég sem þjálfari myndi ekki gera það. Nei, sennilega væri það ekki góð hugmynd. En áhugaverð tilraun hjá andra misheppnuð þó. En kannski að fara yfir, það enga breytingar á leikmannahópunum hérna, eða liðunum í hálfleik sjáanlegar. Í Káraliðinu það Aron Bjarki í markinu. Síðan það Arnleifur Birgir Steinn, Sindri Snæfells og Árni Þór í varnarlínunni. Guðfinnur Leósson og Sverrir Mar á miðri miðjunni, Eggert Kári og Ragnar Már. Og fyrirgeði Guðlaugur Þór úti vinstra megin og síðan Ragnar Már og Andri Júl frammi. Leiknisliðið þannig skipað Bergsteinn Magnússon í markinu. Síðan þeir Guðmundur Arnar, Blaso Lalevic, Povilas Krasnovskis, Almar Daði, Arkadius Jan og Daniel Garcia, Sæþór Ívan, Ísaró Abella, Unnar Ari og Ásgeir Páll. Og hér koma Leiknismenn, Ísaró að komast hérna bara í færi og þetta frábærlega gert hjá Ísaró. Þetta bara hárspreitt frá því að skora, hérna frábær sprettur hjá honum, við skulum sjá hann aftur. Þetta var einhvern veginn allt í einu var að koma inn í þetta svakalega færi. Einhvern veginn á undri var nátt að komast fram hjá Sindra hann í lokin en þeir eru flinkir Spánverjarnir í liðinu, þeir kom báður úr þriðju deildinni á Spáni. Það ansi margir góðir knattspyrnumenn sem búa á Spáni, svo þriðja deildinni held ég prýðilega fín þar. Arnleifur kastar inn á, andra hennar fleytunum yfir Guðmund. Birgir Steinn. Nei, fyrirgeðu Ragnar Már auðvitað. Nær ekki að komast fram hjá Unnar Ara. Sæþór fær hann aftur, þetta vel spilað hérna á Unnari og Sæþóri. En þessi sending ekki góð, en sjáum við pressuna hérna hjá Leiknismönnum. Líka Spánverjarnir hafi verið gjöfulir fyrir Austurlandi. Já. Bæði Leiknir og Huginn hafa náð ansi öfluga Spánverja. Já, en nú Almar Daði brotlegur. Gleymið ekki að Gonzalo Zamorano hóf sinn íslenska feril á Seyðisfirði. Það hárrétt. Það lauk rétt hjá þér. Og hefur unnið sig upp deildirnar á Íslandi jafnt og þétt. Það ekki rétt muna hjá mér að hver þeirra var að spila með Huginn í fyrra? Var það Ísaró Abella? Nei, það var Daniel Garcia? Frá Svartalandi. Lalevic? Já. Eða Krasnovskis? Allavega? Nei, hann, númer þristurinn. Já, Blaso Lalevic. Jep. Og síðan var náttúrulega markmaðurinn, Bergsteinn. Já, Bergsteinn, hann var líka hjá, hann tók hann yfir, Brynjar tók hann yfir með sér.
byrja Leiknismenn að byggja upp sóknina í rólegheitunum. Kemur langur bolti sem að Birgir Steinn skalla beint á Guðfinn. Hann leggur hann út á Árna. Árni síðan upp eftir hægri vængnum en Ásgeir Páll les þetta virkilega vel. Finnur Lalevits. Þetta vel gert hjá Ísaró. En Sverrir Már mættur til að hjálpa og vinnur innkast. Þetta hefur verið áhugaverð tilraun að sjá Sverrir Már hérna á miðsvæðinu. Gunnar Ari yfir á Guðmund. Guðmundur síðan með fyrirgjöfina inn á fjárstöngina. Það Sindri sem að skallar frá. En Garcia kemur honum aftur inn á teiginn. Arnleifur kemur þessu frá en þeir ná ekki að bæja hættunni almennilega frá. Guðmundur síðan með sendingu allt og innanlega. Ekki sáttur. Sverrir tilbaka á Birgi. Þetta ágætlega gert. Sindri fer á stað. Lyftur honum yfir til vinstri. Þessir erfiður fyrir Andra og erfiður. Já. Ari lyftur þessu hérna fram. Sæþór tekur hann niður. Nær ekki að taka með sér. Arnleifur tilbaka á Aron. Aron sultuslagur, finnur Sindra. Sindri á Sverri, hann tilbaka á Birgi. Andri fær hennan. Andri lítur yfir til hægri, góð skipting hjá honum. Árni vel vakandi hérna fyrir þessu. Leiftur hún síðan inn á fjárstöngina. Það Guðlaugur Þór hérna að koma í humátt. En Leiknismenn á að koma aðeins út af í innkast. Kemur innkasti frá Arnleifi og þetta hotspinna. Þrír leikmenn Kára á gulu spjaldi hérna eftir fyrri hálfleikinn. Sverrir, Eggert Kári og Ragnar Már. Þá það Guðfinnur sem að tekur hotspinnuna fyrir Kára. Þetta á nærstöngina, bara á fyrsta varnarmann. Kemur hann aftur núna inn á fjársvæðið og þarna var Birgir Steinn klár í slaginn. Það sýndist að vera Krasnovski sem að skallaði frá. Ísaró reynir að finna Sæþór sem að gera þetta virkilega vel. Snertingunni fram í Árna, nálgast vítateiginn. Birgir Steinn mættur tilbaka og stígur hann út. Öxl í öxl. Já, þetta ekki neitt. Birgir Steinn sýndi mikinn hraða þarna. Stóru skrefin skiluðu sínu. Arnleifur með langan bolta, Andri með gott hlaup. Kemst hérna, reynir að komast aftur fyrir Alma Daða. Alma Daði ekki hrifinn á honum hérna. Nei, þetta var þetta ekki neitt heldur held ég. Nei. En mætti bara að fara. En ég held nú að Andri hafi ekki verið að reyna að fiska neitt. Nei, sannlega dottið bara. Menn geta gert það nefnilega. Já. Sérstaklega þeir eru á mikilli ferð og í návi. Það rétt. Þannig að þetta svona. Hvað kallar maður banter á íslensku? Það vantar eitthvað skrítlu. Já. Það ekki akkurat það sem næri utanum þetta? Já, ég veit ekki. Hvort að ég myndi lýsa þessum samskiptum þeirra þarna áðan. En fín sending hérna inn á teiginn. Káramenn á að verjast þessu. Ísaró tilbaka. Það var að Guðmundur. Ísaró fær hann aftur. En Káramenn búin að vinna boltan. Andri með Arkadís í bakinu reynir síðan stungusendinguna en hún er ofinnalega og Bergsteinn vel vakandi þarna, kemur út úr teignum. Ásgeir Páll brotið á honum, komið smá ákefð í
komin smá ákveð í Káramenn. En engin spjöld á loft að þessu sinni. Og Almar gefur sér tíma í þessu aukaspyrnu. Malevic fyrir yfir til vinstri. Almar út á Ásgeir Pál. Ekki nógu góð sending hjá honum. Sverrir kemur sér tilbaka á Birgir Stein. Sjáum að Leiknismenn ennþá að pressa nokkuð hátt á vellinum. En þarna finna þeir svæði. Ragnar Már fram hjá Lalevic. Eggert Kári með honum úti vinstri megin. Fær hann hér. Guðmundur gerir þetta virkilega vel en Eggert Kári gefur það ekkert eftir. Nær að vinna boltan aftur. Kemur honum á Arnleif, fær hann aftur. Eggert Kári, hann á Ragnar Má með frábæra snúningur. Hann fyrir skotið en þetta er í Almar. Þetta var geggjað töts þarna hjá Ragnari. Frábært. Og þá reyna Leiknismenn að sækja hratt Unnar. Hann sem ekki svæði hérna á miðsvæðinu. Já, nógan tíma finnur Garcia. Hann reynir síðan að stinga hérna inn á Krasnovski sem að fer í skotið. Þetta var ansið dapur, varnarleikur, alla þessa sókn hjá Káramönnum. Þarna fengur menn alveg bara að gera það sem þið vildu. Og þá er skipting. Skipting hjá Leiknismönnum, það er leikmaður númer 5. Alma Daði að fara að velli. Hann var út af. Og inn á kemur Já, inn á kemur hver? Ég hef nú grun að það sé Sæþór gerir þetta virkilega vel, brotið á honum en leikurinn fær að fljóta. Það er aukaspyrna dæmd. Já, það er Devin Bæ Morgan. Jöp, Bandaríkja maður. Staðfestinguna hérna. En staðan ennþá 1-0. Það er svona pínu lítil undiralda að verða til, finnst manni einhvern veginn. Svo að sé svona smá spenningur í mannskapnum. Aron gerir þetta vel. Það er eitthvað svona sem segir manni að það er ekkert, það gæti soðið upp úr svona smá slettur hér og þar. Já, það er bara eins og það er. Hér er þótt hérna. Lalevic þarf nú að sækja þennan. Gerir það. Það er af Finnur Garcia, er þetta of langt? Nei, Garcia er að halda þessi og kemur þessu fyrir en beint í fangi á Aroni. Leiknismenn svona heldur líklegri akkurat eins og er. Guðlaugur með langan bolta en Devin Morgan vel vandanum vaxinn þarna. Sendingu upp í hornið á Garcia. Birgir Steinn gerir þetta vel. Finnur Arnleif. Ja, þetta er vel spilað hjá Káramönnum. Virkilega vel leyst. Ragnar Már út á Árna. Þá reyna Káramenn að sækja á einhvern hraða. Nei, hann snýr við. Selfossingar komnir yfir 2-1 gegn Þrótti. Vestramenn 3-0 yfir gegn KFG. Víðismenn búin að jafna 1-1 og staðan í Fjarðabyggð Dalvík Reynir er 0-1 fyrir gestina. Þannig að staðan á toppnum verður eins og staðan er akkur núna óbreytt fyrir næstu umferð. Þannig að það er aftur komin meiri pressa á Leiknismenn í heimaleiki gegn Vestra í næstu umferð. Heldur betur.
Köttur Huginn ennþá 1-0 gegn Sindra í 3. deildinni. En fín pressa núna þarna hjá Káramönnum. Ragnar Már fær þennan og það farið í fótinn á honum hérna eftir þessa snertingu. Það var varamaðurinn Morgan sem að fór í hann hana. Og sennilega þriðja aukaspyrnan af svipuðu færi sem að Káramenn fá. Já, það er hárrétt. Haukur tvær mjög svipuðum stað í fyrri hálfleik. Já, það er sennilega Guðlaugur sem að tekur hana þessu sinni. Arnleifur ekki mættur á svæði, jú, Arnleifur mætir. Og að þessu sinni fer Guðlaugur inn á teginn. Boltinn inn á fjárstöngina, Eggert Kári í baráttunni, Garcia skallar þetta frá. Guðfinnur skallar hann upp í loftið, nær ekki til hans aftur. Krasnovskis gerði það. Ísaró tekur hann vel niður hérna, en Árni gerir þetta virkilega vel. Ekki dæmt eða hvað, jú, aukaspyrna núna dæmt á Árna Þór. Og þá er skipting hjá Káramönnum. Já, ég held að þessi maður sem er að koma inn á sig að koma í fyrsta sinn í Káradreyjun innan fyrir Kára í Akranesvöllinni. Indriði Áki Þorláksson. og kemur inn á fyrir hvern var það? Arnleif. Já. Og þá eru væntanlega einhverjar rákeringar, það er enginn að segja mér að hann sé að fara stöðu Arnleifs. Hann kemur hérna inn á miðuna og Sverrir fyrr niður í vinstri bakvörðinn. Og leikmenn sækja hér og vinna hornspyrnu. Er taktísk breyting hjá Káramönnum, segirðu? Nei, ég er ekki viss um það, en ég veit að... Sindri að fara í, nei hann hérna, Sverrir að fara í bakvörðinn. Já, en náttúrulega aðeins sóknarsinnaðri maður að koma inn á miðjuna, þannig að... Ragnar hreinsar þetta bara beint til hliðar aftur út á Sæþór Ívan sem að leitar hérna á vinstri fótinn, reynir fyrir gjöfina, Guðfinnur skalla frá, sjáum allt Káraliðið inn á eigin vítateig. Og Sæþór fær annað tækifæri hérna, kemur honum á Garcia sem að skallar þetta ekki langt framhjá. Nei, það er bara ágætis skalli. Sjáum þetta hérna, þessi skalli náttúrulega ekki kraftmikill en býsna nálægt stönginni. Andri vinnur þennan skallaboltinn en hann fleytir honum upp í vinstra hornið á Ragnar og Ragnar, fín tækling hérna hjá Arkadius. Hárfín hérna. Þá mætir Sverrir til að taka innkastið. Ekki spenna á að koma þessu frá. Krasnovskis gerir það, Guðfinnur skallar hann tilbaka inn á vítateginn. Morgan gríðarlega stór hérna og sterkur. Árni á Indriða. Indriði upp í hægra hornið á Ragnar Má. Ragnar reynir fyrir gjöfina, vinnur hornspyrnu. Ágætis mínútur núna hjá Káramönnum. Það er Ragnar Már sem hann tekur hann að þessu sinni. Eftir þessu inn á fjárstöngin og það er Andri Júlíusson sem að skora. Það er dæmt aukaspyrna hérna á hrindingu. Þetta þurfum við að sjá aftur. Aukaspyrna dæmt. Sjáum þetta hérna. Hrinding dæmt á Birgi Stein fyrir litlar sakir vil ég, allavega með við þessa myndir. Hann virðist nú bara...
Ég sá ekki mikið af þessu. En Og hvað er nú að gerast hérna? Guldspjald á Ingi Marelli. Ingi Marelli, hann væntanlega ósáttur við Vítaspyrnu, ekki dóm, nei, við þennan dóm. aðan, já. Skilur hann svo sem ágætlega. En þetta álitamál bara. Já, Ingi Marelli ekki hrifinn þarna. Já, þetta gerist stuttu eftir þennan, já, þetta umdeilda. Hvað segirðu? Eftir þetta umdeilda atvik, þetta gerist stuttu eftir það. Garcia er að koma sér hérna í fína stöðu, nær ekki að finna skoti, leggur hann út, þetta skoti vel yfir. Þá er skipting hjá Kára mönnum. Marino Hilmar að koma inn á, en kemur inn á fyrir hvern. Það er Guðlaugur Þór. Boltinn tilbaka á Aron sem að lyftir honum hérna fram beint á Unnar sem að missir hann langt frá sér og Guðfinnur setur hann síðan út fyrir. Já, þetta er áhugavert að skoða þetta mark sem að Andri skoraði áðan en var dæmt af fyrir virtist vera hrindingu á Birgi Stein. Sæþór nálgast vítateiginn hérna og brotið á honum. Sindri Snæfells gerir það. Það er aðeins meira líf í Sæþóri hérna í síðari hálfleiknum heldur en í þeim fyrri. Og aukaspyrna á hættulegum stað. Já, þetta er hansi góður staður fyrir aukaspyrnu. Já, Ásgeir Páll Magnússon og Daniel Garcia standa við boltan. Garcia hleypur yfir hann. Ásgeir reynir allar að setja hann hérna í markmannshorn, nei, í vegghornið, í kringum vegginn. Næri ekki. En hornspyrna. Og kemur Sæþór Ívan til að taka þessa hornspyrnu fyrir leikni. En nú aftur allir Káramenn tilbaka að verjast. Lyftir þessum inn á fjárstöngina. Aron ekki í neinu vandræði með hennan. Ragnar Már leggur á stað en hann er einn eða hvað. Indriði kemur í stuðninginn. Glæsileg sending frá Ragnari. Indriði hérna á flegiferð að við það komast. En sérðu Morgan hérna á ferðinni. Þvílík tækling hérna hjá Devin by Morgan. Frábær sprettur. Hann er greinilega fljótur líka. Mátti, hann vann upp hérna, ég veit ekki hvað marga metra og tæklaði boltan frá Indriða. Frábærlega gert hjá honum. Indriði fær hann hérna úr kastinu. Leggur hann út á Marino sem kemur honum inn á teiginn. Það er skalla frá að Lalevic. Beint á Árna. Fór alveg fram með mér þegar Marino kom inn á. Já, hann kom inn á fyrir Guðlaug Þór. Hérna áðan, missir en vinnur boltan hérna tilbaka. Marino vel gert. Sendingin upp í hægra hornið, aðeins og löng fyrir Andra. Andri brýtur síðan á Morgan og trúir ekki eigin augum eða eyrum og uppsker gult spjald fyrir þetta látbragð sitt. Já, ég veit ekki alveg hvað þetta var hjá honum. Þetta var alveg augljóst brot. Já, réttilega dæmd aukaspyrna þarna. Blóðþrýstingurinn er orðinn eitthvað hærri en vanalega. Aftur mögulega eftir köst af markinu sem hann skoraði á hann. Mögulega, en það menn þurfa samt að bara halda áfram. Já, ekki spurning. Halda haus í þessu. En
Núna liggur Leiknismönnum nákvæmlega ekkert á. Eðlilega. En Bergsteinn skiptir hérna út til hægri. Sverrir vinnur skallan. Krasnovskis. Eggert Kári vinnur boltan hérna af Arkadíusi. Reyndar einhverju basli með að... Já, kemur hann á Ragnar Má, fær hann aftur. Eggert, en Krasnovskis gerir þetta virkilega vel. Þarna lendaðir í einhverjum viðskiptum Eggert Kári og Krasnovskis. Þarna fannst, við getum kannski séð þetta aftur hérna. Sjáum að þarna finnst Eggerti Kára Krasnovskis fara full auðvitað niður. Hann hefur margt til síns máls þar. En hann er að reyna að fiska hann út af. Já, við leifum öðrum að dæma þetta. Áhorfendur, þið eruð alveg fullfærið það. Eggert Kári vinnur þennan skallabolta, Unnar finnur Sæþór. Sæþór, mikið harðfylgi hérna, kemst fram hjá einum og nær að koma sér fram hjá Guðfinni. En missir síðan boltan. Marino nær að standa af sér hérna tæklingu frá Unnari. Það er komið smá æsingur í menn. Já, þetta er það sem ég var að segja áðan. Guðmundur liggur eftir viðskipti sín með Eggert Kára hérna. Eggert Kári hins vegar kominn hérna upp að vítateignum, finnur Marino. Marino reynir fyrirgjöfina í varnarmann og aftur fyrir. Já, það er ákveðin, eins og ég segi, undir alda sko. Sem að það er stutt í pirringinn sko. En 70 mínútur liðnar, staðan er 1-0 fyrir Leikni í þessum æsispennandi leik. Og Káramenn eiga hotspyrnu, það er Marino Hilmar sem að tekur hana inn á fjarstöngina. Morgan skallar þetta upp í loftið og þarna liggur einn Káramanna heldur höfuð sér Birgir Steinn. Þessi hressilega bildið hana. Getur við séð þetta? Já, mögulega. Spurning hvort við erum á seinir. Nei, við erum á seinir að... Já. Eða hvað? Nei, við getum alveg örugglega fundið þetta. En var þetta Birgir Steinn staðinu upp. Þetta er að skalla saman hérna. Kemur langur bolti fram. Vel skallað áfram hérna Garcia. Já, þetta er bara samstuð. Og Sæþór í baráttunni og hér kemur skotu frábælega varið. Já, vel varið hérna Aroni. Þetta getur við séð aftur. Kemur fyrir gjöfin hérna. Sæþór veit það að ná skallanum og það er síðan Krasnovskis. Og hérna er Ragnar Már. Komin inn á vítateginn og fellur við. Nei, þetta var ekki neitt. Og Káramenn vilja fá vítaspyrnu. Já, hérna gerir dómarinn bara hárrétt, hérna hendir sýndist mér bara Ragnar sér niður. Sjáum þetta aftur hérna, auðvitað eins og ég segja á mikilli ferð, þetta er engt, þetta er ekki brot, þetta er alls ekki brot. Ég held að dómarinn hafi verið með þetta hárrétt. Hérna einu vilja bara sjá Ragnar pæla minna í þessu og koma boltanum fyrir. Já, en þá er skipting hjá Leiknismönnum. Og það er Sæþór Ívan sem fer að velli. Og já, það er Nikolas Krasnovskis mögulega sem er að koma inn á. Já. Fáum það staðfest eftir augnablik.
Já. Hann kom hér uppálega til þess að spila með Snæfell í Hjörðudeildinni fyrra. Sem svona svolítið áhugavert. Sú stefna sem stjórnin í Stykkishólmi að fara. Já. Það eru, held ég, 18 erlendi leikmenn og flestir sko svona ekki sem búa á svæðinu, held ég, þetta er aðalega. En síðan, hann ásamt held ég leiki í litháensku úrvalsdeildinni og svona, þannig að þetta er svona... Spilaði með Sindra held ég, hann spilaði leikni í fyrra og Sindra í sumar sem kom síðan aftur. Já. Það er mikið flakka á honum. Hann er annar Krasnovski sinn þegar maður kominn inn á völlinn. Já. Spurning hvort að þeir eru séu skildir á einhvern nátt. Það geti verið, sko. Það er ekki ólíklegt. Nei. Sverrir. Káramenn. Nei, slögg sendingi á Sverrir. Þetta var kæruleysislegt. Árni til varnar. Garcia þarf að gera helling. Finnur hérna frábæra sendingu yfir á Ísal og hér er nær Sindri að tækla boltan. Hann ætlaði að hann var að spója þetta en ákvað hætta þetta. Heiðarlegur er hann að bella. Greinilega. En frábær sending hérna frá Daniel Garcia, algjörlega 100%. En það vilja Austfirðingarnir í stúkunni fá mark. Þannig að tryggja þetta. Unnar tekur hornspyrnuna. Þetta er á nærsvæðið, Árni kemur þessu frá og Marino framlengir og Lalevic setur hann út af. Staðan er 3-1 fyrir Selfoss, 3-0 fyrir Vestra gegn KFG. Þannig að þetta verður bara þetta fram á síðustu umferð. Virðist vera, en næsta umferð gæti nú breytt ansi miklu þegar sem að Leiknir tekur á móti Vestra. Algjörlega. Sindri með langan upp í hægra horni, Árni Þór eltir, en Ásgeir gerir þetta vel. Marino kastar á Guðfinn, Guðfinnur reynir að finna Ragnar Má, þetta er of þröngt. Ásgeir gerir þetta virkilega vel. Finnur Garcia lyftir honum út til hægri. Þar er Krasnovskis. Finnur Lalevic og sendingin frá honum ekki góð. Indriði. Ekkert dæmt þarna. Misti boltan bara. Og Guðfinnur fer þarna af krafti í Unnar. En leikurinn fær að fljóta. Spurning hvort að Guðfinnur Þór er að ná sér í gult spjald. Jú. Fyrir þetta brot. Grunaði það. Grunaði að það kæmi. Þetta allavega leit ekki vel út og síðan er gult spjald á Ásgeir Pál líka. Fyrir hvað? Já, það er aftur á móti góð spurning. Ekki alveg vissum það er kannski eitthvað sem að gerðist fyrr. Hann er búinn að safna upp í leikurinn, fekk að ganga í smá stund og þá bara safnaði hann í 2 gul. Já, hvort að það var þá fyrir broti sem að þessi aukaspyrna er, það er ómögulegt að segja. En Sindri með langa aukaspyrnu fyrir Kára. Andri í baráttunni nær að fleyta þessu inn á teiginn. Guðmundur kemur þessu frá. Sverrir með frákastið. Hann er með Indriða með sér hérna. Indriði á Guðfinn. Guðfinnur á Sindra. Sindri reynir að finna Andra en Morgan er búinn að vera ansi öflugur síðan hann kom inn á. Það er ekki amalegt að hafa svona mann á bekknum. Ég held að hann sé að koma úr meiðslum. Hann var allavega ekki með ekki síðasta leik. En heimamaðurinn Almar Daði hóf þennan leik vissulega. Dæmdi aukaspyrna hérna á Sindra. Breyt hérna á Krasnovskis og boltinn var á ferðinni þarna. Þarna sjáum við
eins og ég segi, kostin við þetta kallkerfi milli dómara. Já. Að hann er búinn að líta af þessu aukaspyrnu tekinn boltinn á ferð, þá bara fær hann það í eyrað. Þess vegna flauta hann ekki strax. En ekki það. Munar oft voðalega litlu. En rétt skal vera rétt. Boltinn á að vera kyrrstæður þegar aukaspyrnan er tekinn. Og þessi sending ratar ekki á samherja. En þá sjáum við að leiknisliðið þrýstir vel fram. Þeir eru með 6 menn hérna bara í kringum vítategin hjá Kára. Eggert nær ekki að komast í þennan bolta. Morgan með sendinguna á Krasnovskis, en Birgir Steinn vel vakandi þarna. En pressan góð. Frábærlega spilað Unnar. Reynir að finna Krasnovskis, gengur ekki. Þannig það kemur sem þetta flækjustig hérna. Getur skipt höfumáli hvort þetta er innkast eða fallinn bolti. En þetta var hárrétt. Andri pressar vel hérna á Arkadius. Guðmundur á Unnar, hann upp í loft. Komum í eitthvað svona þema. Sýnist Arnar Freyr Sigurðsson vera að gera sér tilbúinn á varamannabekk. Kára. Kemur þá vantar inn á fyrir Sverri. Já, ekki ólíklegt. Sverrir. Háan fram, beint á Morgan sem að leggur hann út til vinstri. Það er Ásgeir. Ásgeir finnur Unnar. Unnar á Krasnovskis. Guðmundur kemur hérna í stuðninginn. Það er ekki að halda þessum inn á. Og þá er skipting. Birgir Steinn upp á topp, heyrum við hérna. Sann ekki Indriði. Var það Indriði upp á topp? Indriði, við ætlum það sennilega. En hver er það Birgir Steinn sem er að fara að velli? Það er einhver rosa fyrirskipanir hérna fyrst. Já, það er Sverrir Mar. Sverrir Mar að koma út á Arnar Freyr Sigurðsson að koma inn á sínu fyrsta Kára-leik í sumar. Hann hefði ekki spilað með Kára í sumar, fór aðeins, tók stutt stopp í Borgarnesi, spilaði eitthvað aðeins með Skatagrimi en hefur lítið spilað bara í sumar. En eru komað inn á í fyrsta sinn fyrir Kára í sumar. Já, það er fínt. En er búinn að spila ansi marga leiki fyrir Kára í gegnum tíðina, eða síðustu ár. Þeir að sjálfsögðu ekki rétt, þeir eru ekki báðir að koma inn á byrstuðalöngur að þessu tæknileg vandamál. Já. En skilji hvað við erum að meina. Arnar kemur hérna bara inn í vinstri bakvörðinn. Og Indriði fær hérna handlegg í andliti frá Lalevic. Já. Og engin ílska í þessu, enda ekkert spjald á loft. Andri virðist vilja taka þetta hratt en hætti við. 8 mínútur tæpar eftir af venjulegum leiktíma. Guðfinnur með aukaspyrnuna inn á fjársvæðið. Þar er Birgir Steinn að bíða. Boltinn upp í lofti. Morgan reynsar frá. Marino nær valda á boltanum. Finnur, Sindri fyrir skotið. Andri, það er mikið darradans hérna. Guðmundur nær að koma sér frá. Beint á Guðfinn. Guðfinnur lyftur þessu aftur inn á teginn. Þar er Indriði nær hann að snúa. Aðþrengdur hérna. Indriði fer upp að endamörkum, kemur honum fyrir en Morgan bjargar þessu frá. Þá kemur Isaro Abella Sanchez á ferðinni. Gerir þetta virkilega vel. Reynir fyrirgjöfina beinta í Árna og Árni nær að halda þessu inn á og lyftir þessu en út fyrir. Þetta er alls ekki búið. Við höfum nú séð það margoft. Selfyssingar konur í 4-1, Vestri 5-0.
Fjarðabyggð búin að jafna á móti Dalvík Reyni. Krasnovskis reynir að lyfta þessi inn á teiginn en það siglir bara til Arons í markinu. Aron með langan teiknaðan á Andra sem að fleytir honum áfram en Akadíus vel vakandi fyrir aftan. Og Lalievich skilar þessu tilbaka á Aron. Birgisteinn á Árna, hann tilbaka á Aron. Aron losar hann fram. En Lalievich tekur hennan, kemur hann á Krasnovskis. Það býsna mikið blóðs hérna fyrir Leiknismenn. Já, Guðmundur kemur hátt upp, nær fyrir gjöfinni. Árni skalla frá, Ísaró er að koma sér í færi eða hvað, kemur sér upp á endamörkum og boltinn fyrir í gegnum allan pakkan. Og út fyrir hinum megin, þetta var hættulegt. En Leiknismenn vita náttúrulega að þessi staða er engan veginn trygg. Þeir eru að leita að öðru marki. Aron með hræðileg mistök. Þetta er náttúrulega agalegt að sjá. Skelfilegt. Káramenn eru þá bara nánast að stimpla sig úr þessum leik með svona. Þetta er svona, hvað maður að segja, lærdómsmoment. Já, ég vona að menn gerir þetta ekki oftar en einu sinni. Mikolas Krasnovskis, varamaðurinn, kemur Leiknismönnum í 2-0 með ákaflega slísalegu marki. Og þetta er erfitt fyrir ungan markmann. Já. En þetta er nú engu að síður eitthvað sem að flestir ganga í gegnum á einhverjum tímapunkti. Og þetta snýst það hvort að menn læra að þessu eða ekki. Hvað er Eggert að gera? Eggert byrjar hérna leikinn bara 5-6 metra inn á. En það var Káramenn grætt á því bara. Vinnur boltan hérna. Indriði er að komast inn á teiginn, leggur hann inn í. Gengur ekki, Lalievich undir pressu, Andri nær að vinna boltan hérna og það var ágætlega gert. Krasnovskis komst í boltan hann á undan honum, leikurinn heldur áfram. Hvað er að gerast hér? Það slengdi hann ekki löppin í Arnar hann, finnst mér. Og Ásgeir með slaka sendingu núna. Arnar finnur Ragnar Már með Eggert Kára hérna á fleygiferð. Komin inn á teiginn, reynir að finna skotið, finnur það ekki og Leiknismenn koma sér frá en Indriði finnur Ragnar Már. Ragnar er að reyna að spóla sig í gegn, ætla sér of hérna. Já, Marino. Þeir verða að ná svo markið Káramenn sko. Það vantar að ná skjóta á markið. Já, þeir eru búin að fína stöður. Þetta var skemmtilega gert hjá Garcia og aftur. Þetta er alveg stórkostlega gert. Og hann er að snúa Birgisteinn af sér, lyftur honum yfir. Krasnovskis, markaskorarinn. Já. Ísaró. Reynir að finna. Garcia gengur ekki. Marino kemst ekki fram í Ásgeiri. Ásgeir nálgast vítateiginn, hafur svolítið dregið af, maður sér það líkamstjáning Káramanna. Svolítið svona framlá Sanchez. Garcia með skotið hérna beint á Aron. Og langur bolti fram, Morgan sterkur hérna. Ragnar Már lyftur þessu hátt í loft upp. Og Ásgeir skalla frá. Guðfinnur upp í hægra horni, þar er Eggert Kári. Morgan til varnar. Boltinn fyrir markið, en Bergsteinn kemur út og handsama knöttinn. Já. Það er svona, en gleymið því ekki að þessi úrslit breyta litlu fyrir Káramenn í sjálfu sér. Nei, þetta er einkennilegt með virðast að það var gulltryggja þessi í deildinni. En það er svo merkilegt að þarna sjáum við
Þetta var áhugavert, þetta langar mig að sjá aftur. Já, Algjör óþarfið þarna hjá Morgan. Marino að pressa á hann og vissulega er Marino ekkert í neinu möguleika að ná boltanum. Hrindir honum þarna. Já, sérstætt. Ég veit ekki hver tilgangurinn var. Bjóða hættunni heim þarna. Og hvað í gangi? Var gult spjald á hvern? Mögulega Sindra, held ég. Var þetta atvik sem þú sást þarna? Var þetta á Leiknismann? Skipting hjá Leiknismönnum. Pizarro að fara að velli. En Leiknismenn eru samt sem ára koma sér í fína stöðu með þessum úrslitum þegar aðeins 2 leikir eftir. Þeir eru ennþá í öðru sæti sem gefur þeim farseðil í fyrstu deildina ári. En ansi erfiðleikum út í Vestra í næstu umferð fyrir þá. Þannig að það er mikilvægt fyrir þá að klára þetta verkefni. Pizarro, Abella, Sanchez fóru að velli, minna kom Marteinn Már Sverrisson. Andri hefur ekkert gefist upp. Nei, hann gerir það nú aldrei. Frábærlega gert. Og Birgir Steinn að næla sér í Já, hann bara gulltryggði þarna, hann myndi fá gullspjald á einhverju pirringi bara. Já, enda þegar menn eru fíblaðir svona á heimavelli, hvað var maður að gera? Nei, þetta var hansi illa með hann. Frábærlega gert hjá Garcia þarna. En Birgir Steinn örugglega búinn að vinna sér það inn með toginu, en eins og segir gulltryggða með að sparka boltanum víðs vegar í burtu. En þá er það Guðmundur Arnar með aukaspyrnu fyrir Leikni. Gunnar skallar þetta áfram og það er dauðafæri hérna. Já. Skallinn ofan á slána. Var þetta ekki varamaðurinn? Marteinn Már. Þetta. Það er kannski fullfljótur á okkur að segja að leik væri lokið, en Andri skiptir yfir til hægri á Marino. Marino nær að taka niður, finnur Sindra, hann inn fyrir á Indriða. Og Morgan stígur hann út af krafti og Indriði liggur eftir. Já, hann lætur finna fyrir sér Devin Bay Morgan. Hann að koma hérna inn af miklum krafti inn í þennan leik. Bergsteinn spyrnir langt frá marki sínu. Birgir Steinn hreinsar frá og smá skallatennis hérna fram og tilbaka. Lalevic. Það er nú eitt sem að Káramenn gera aldrei, þeir hætti ekkert fyrir en að það er búið að flauta af. Nei. Kemur Marteinn inn fyrir á Garcia, hann er ekki rangstæður. Hann finnur Krasnovskis. Hann leggur hann út á Unnar. Unnar langar í skotið, finnur hins vegar Guðmund Arnar sem að tekur frábært skot í stöng. Bara en þetta er ekki búið. Birgir Steinn nær að skalla þetta frá, eða hvað, nei það er, við séum þetta aftur hérna, þetta skot, þetta er dauðafæri, ætlar að setja hann í nærhornið, Guðmundur Arnar. 3 mínútur komnar fram yfir venjulega leiktíma. Aron spyrnir frá markinu, Unnar stekkur, hærra hann en Arnar. Birgir Steinn
hefur tíma núna, reynir sendingun upp í vinstra horni, gengur ekki, Guðmundur heldur þessu, Morgan langan bolta úti vinstri beint á Martein, Árni verst þessu vel. Já, þetta er mikilvæg 3 stig hérna fyrir Leiknismenn, fá sigur á útivelli og í þessari erfiðu toppbaráttu sem að þeir eru í. Já, þá skiptir hver punktur gríðarlega miklu máli og þá er flauta til leiksloka, 2-0 sigur Leiknis. Já, verðskuldaður sigur væntanlega, eða hvað, Káramenn voru inn í leiknum. Alveg þangað til að það verða svona, mistök þarna í lokin sem svona, þá klárast leikurinn og Káramenn einhvern veginn, þá var þetta bara búið. Já. En það er náttúrulega umdeilt atriði í síðara hálfleik þegar markið var tekið af Káramönnum og ég efast að Káramenn séu sáttu við það og það var svona kannski ekki fyrir mikla sækir. Nei. Virðist vera allan á þeim myndum sem við erum með, þannig að... Við skulum rifja upp fyrst... En, jú, vissulega. Markið, 1-0, Ásgeir með góða sendingu og skallinn. Já, þessulega gritt. Hann er alveg frábær. Þetta er Krasnovskis sem er með þetta mark. Við erum búin að vera með það rangt skráð, leikmann nummer 4, en í stöðunni 1-0 þá gerðist þetta og við skulum sjá það og þið fáið bara að dæma það hvort að eitthvað ólöglegt hafi átt sér stað þarna, en Birgir Steinn dæmdur brotlegur. En markmanningin, hann virðist nú ekkert vera eitthvað að biðja mikið, en við munum ekki, eigum ekki endursýningu af seinna marki Leiknis, en við förum að segja þetta gott hjá okkur hérna á IA-TV í dag. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í þessari útsendingu Björn Þór Björnsson, takk kærlega fyrir, og Arnar Óðinn Arnþórsson var á myndavélinni, þakka honum fyrir velunnin störf. Framundan ennþá meiri fótbolti, en fylgist endilega með okkur á Facebook, á Twitter og á heimasíðun okkar iatv.is. Þangað til næst, þá ætla ég að minna ykkur á að við eigum öll bara eitt líf og okkur ber að fara vel með það. Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.